Komið þið sælir, góðir áhorfendur og verið velkomin hingað í Mosfellsbæinn að Varmá með Sport TV íþróttarás allra landsmanna. Við erum að fara að fylgjast með þriðju viðureign Aftureldingar og HK. Úrslita viðureignin Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Og þessi lið eru búin að eigast við oft í vetur og núna áttu síðast við á fimmtudaginn, sumardaginn fyrsta og þar áður á þriðjudaginn. Þannig að þetta er þriðja viðureignin á 6 dögum. Staðan í einvíginu er 1-1. Það er hörku spennandi leikur hér framundan. Við ætlum að lýsa því sem að fyrir augu ber Stefán Jóhannesson og Sunna Þrastardóttir. Já, hérna sáum við fyrsta stigið sem fór til Aftureldingar. Það er Kristín Salín í uppgjör. Já, við fylgdumst með viðureign liðanna á fimmtudaginn í Faralundi þar sem að HK knúði fram sigur í 5 hrinnum og jafnaði stöðuna í einvíginu 1-1. Spurning hvort að heimavöllurinn vegur ekki nokkuð þungt í þessu einvígi. Það held ég að sé alveg ljóst. Þetta sé ágætt að renna aðeins yfir liðin sem að eigast hér við í dag. Við byrjum á gestunum. Þá er með bolta núna Elisabeth Einarsdóttir, númer 12. Númer 4 er hlutspilari þeirra, Edda Björk Ásgeirsdóttir. Númer 2 Hanna María Friðriksdóttir leikur á miðjunni. Og númer 6 Matthildur Einarsdóttir. Og fyrirliðin í dag, númer 9 Laufey Björk Guðmundsdóttir. Inn á núna er frelsningin númer 15 Steinunn Helga Björgólfsdóttir. Og á bekknum tilbúin að koma inn á er leikmaður númer 11 Ingibjörg Gunnarsdóttir. Og það vekur athygli okkar hér að í lið HK Íslandsmeistarana vantar fyrirliðan Fríðu Sigurðardóttur. Og ekki vitum við hverju það sætir að hún er fjarri góðu gamni hér. En í hennar stað er Ingibjörg Gunnarsdóttir, gamla brýnið mætt. Leikurinn fer fjörlega af stað.
allt í járnum, 3-3 hér í upphafi leiksins. Við kíkjum aðeins á uppstillinguna hjá Aftureldingu. Þá núna með uppgjöfuna númer 11 Særina Filipova og númer 13 uppspilarinn Kristín Salin, númer 15 Telma Dögg Grétarsdóttir, besti leikmaður Missuna-deildarinnar í vetur. Númer 1 Sigdís Lind Sigurðardóttir, leikur á miðjunni, númer 9 Karen Björk Gunnarsdóttir á kantinum og frelsingin númer 20 Kristína Apostolova. Og í þessa uppstillingu vantar síðan Fjólu Rut Svavarsdóttir, númer 8, hún á eftir að koma inn á völlinn svolítið. Þessi uppgjöf var ekki góð hjá Sarínu, ekki líkt henni að klúra uppgjöfum, mjög öruggur leikmaður, verið lítið að mistökum. Og Hanna með uppgjöfina, Karen í vandræðum með móttökuna. Möguleiki fyrir HK núna, sækja hratt fyrir aftan. Laufey setur þennan í hávörnina út fyrir, staðan orðin 5-4. Það góð byrjun hjá HK. Síðasti leikur þessara liða einkenndist dálítið mikið af ásum og góðar uppgjafir. Við sjáum hvort að þessi leikur muni þróast í sömu átt. Við vorum farin að tala um leikina mörgu ása, ef ég man þetta rétt, og þeir voru komnir yfir 20 í leiknum. Það var að segja að vera óvenju mikið. Góð skorpa í gangi hér. Sarína Filipova. Smellir þessum á línuna. Vel gert hjá henni. Hann hefur lítið spilað í vetur. Kemur inn á hárréttum tíma fyrir Aftureldingu. Mín uppgjöf þarna hjá Sigdísi, Laufey. Þessi úti hjá Eddu. Já, sá hann ágættis sókn hjá Aftureldingu. Telma með smassið. Hún, eins og ég nefndi hér áðan, hefur verið þeirra besti leikmaður í vetur og það mun mæða mikið á henni. Hún þarf að vera duglega að skila fyrir sitt lið. Þá Sigdís með uppgjöfina. Hún góð. Vandræði hjá HK. Matthildur setur hennan yfir. Þá það Telma. Hún laumar. Elisabeth nær þessu. Já. Það fór í loftið. Flott barátta hjá HK hérna í gólfinu en í miður þá fór boltinn upp í rjáfur. Hér streyma inn áhorfendur að varma á. Það enn pláss fyrir nokkra í viðbót. Við hvetjum fólk til að drífa sig á svæðið. Vandræðagangur hjá HK núna. Aftureldingan á tökum á fyrstu hrinnunni. Móttakan að bila. Sigdís enn að gefa upp. Með þessi inni. Og þarna kominn, hvað, fyrsti ásinn eða hvað? Já. Lítur dagsins ljós. Sigdís Lind Sigurðardóttir. Hún að standa í uppgjafareitnum og Aftureldingin kom með 4 stig í röð. Og þetta vandræðagangur þarna. Já, móttakan bara slök hjá HK, það bara segist eins og að verða að laga þetta strax. Þarna fór Matthildur undir netið. Já, dómararnir að ræða saman. Sævar sýnist mér vera að dæma endurtekningu þarna. Já. En það ágætt að sjá það að dómararnir ræði saman. Dómgæslan byggist á samstarfi milli aðila, dómara, aðaldómara, aðstoðardómara og línuvarðana. Fyrir að vinna saman sem eitt lið, þá tryggir það góðan árangur. Fín vörn á steinunni þarna. Matthildur með laumu. Og Edda illa staðsett þarna held ég það. Já, Edda þarf að gera aðeins betur í vörninni. Það hlutur í hennar leik sem hún getur lagað. Og einnig byggur leik hér. Það vandræðagangur í móttökunni hjá HK.
Já, fyrst og fremst það. Ná ekki að sækja nógu vel úr framspilinu. Það var bara að laga það. Það er athyglisvert þegar það er leikið svona þétt. Nú leika liðin annan hvern dag. Nú vorum við að fá þriðja leikinn. Það byrjaði á þriðjudaginn, síðan á fimmtudaginn, 5 hrinur. Og núna er laugardagur og þriðji leikurinn er kominn. Svona, þegar leikið er svona þétt þá fer þetta að snúast breidd og úthald. Og mikilvægt að geta hvílt leikmenn. Þetta fer að taka sinn toll. Algjörlega, bæði líkamlega og andlega. Heldur betur. Eins gott að vera í góðu formi fyrir svona rimlur. Og þessi er allt of langur. Leikliðið skilaði sínu hjá Emil. 7. stíð komið hjá HK. 10-6, afturhelding með frumkvæði á heimavelli. Laufey með uppgjöfuna, hún er með góðar uppgjafir og tekur strax sinn fyrsta árs. Þetta eru gríðarlega mikilvæg stig, hjálpa mikið upp á sjálfstraustið hjá liðunum. Aftur er það góð uppgjöf. Karen tekur vel á móti núna, þarf að skila. Gerir það. Þetta er skyldan sem að hvílir á herðum kantsmarsarans. Hann þarf að losa stöðuna þegar liðið á erfitt uppdráttar. Þannig gerði Karen það, sýndi úr hverju hún er gerð. Laufey sækir afturlínu, Sarin að vera það. Telma á afturlínunni ætlar að lauma en þessi bolti fór aldrei yfir netið. HK stelpur er eflaust ánægðar að vera búin að losa Telmu úr uppgjöfinni því þær hafa oft erfitt með hana. Og hún þjarmaði að þeim á fimmtudaginn, heldur betur. Þannig er háarnin út fyrir Karen sem að hamraði þennan í háarnina og út fyrir. Gott stig, 12-8. Afturhelding er svona með frumkvæðið og reyna að halda HK aðeins frá sér. Elisabeth tekur á móti og gerir þetta listavel. Setur boltan ekki mjög fast en aftur í hornið á góðan stað, erfiðan stað fyrir Afturhelding að verja. Hefur góða yfirsýn sem er mikilvægur eiginleiki. Það var það Ingibjörg. Kristína tekur vel á móti, hún var að fjóla á miðunni, laumar, það er varið. Vel gert hjá HK, aftur möguleiki hjá Afturheldingu núna. Vandræðagangur, HK getur snúið þessu sér í hag hér. Það gengur ekki en yfir fór boltinn samt. Og þarna kemur hörkusmass frá Sarínu. Sáum að passaði ekki saman á miðjunni hjá HK. Edda og Hanna María þurfa að stilla sig saman betur. Það fjóla með flotta uppgjöf. 14-9. Afturhelding er með góð tök á þessum leiki, er í fyrstu rinnu. Matthildur tekur vel á móti og Elisabeth reynir að vinna þessu. Þessi er komin út fyrir. HK nær ekki að setja upp almennilega sókn. Spurning hvort að þjálfari þeirra, Emil Gunnarsson, fer að huga að einhverjum breytingum núna. Elisabeth tekur á móti og sækir. Það er varið. Telma á afturlínu. Þessi er inni. Það er vandséð hvernig HK ætlar að stoppa Afturheldingu í þessum ham. Það gengur allt upp hjá þeim. Það er lítið á HK. Það er 16-9. Rætta þessu. Vel gert hjá Hönnu þarna.
Safeties. Steinur setur þennan yfir. Og Karen úr afturlínu. Og net, eða hvað? Já, net þarna. Þá gerir þjálfari HK á skiptingu. Matthildur Einarsdóttir. Nei, þetta er Elisabeth. Það er Elisabeth. Kemur út af fyrir Herborgu Veru Leifsdóttur. Já, þær eru hann inn á systurnar. Það voru inn á. Stóra systir fór út af núna. Það er aðeins að kvíla sig. Já, fyrir þessu skilar fyrir HK. Fjóla Rut enn í uppgjöf. Fín móttaka á Laufi. Herborg með glæsilega laumu. Flott innkoma hjá Herborgu. Já, mikilvægt stig fyrir HK. 10-17, munurinn var nokkuð mikill. Og þetta sem fyrir uppgjöfina. Kristína tekur á móti. Og Thelma hamrar hennan úr afturlínunni. Það er varið. Hvað gerist hér? Sarína, háörnin er fyrir. Vel varið í HK. Já. Aðeins vandræðagangur núna í. Þetta þarf að hoppa þarna. Emil tekur leikli. 10-17. Já, passa nú ekki alveg saman. 10-18 segir. 10-17 er staðan. Nei, hún er 10-18. Já, hún er 10-18. Hvað segir Datavolley? Á 10-18. Já, þetta er alltaf hreinu hérna. Það fylgjast með stöð. Góðtök hér, það er nákvæmlega stað í þessum leik. Stefnir allt í að þær að sigla fyrstu hreinu heim. Okkur þægilega. Sóknarleikurinn er svolítið vandræðalegur blokkingur hjá HK. Sjáum þetta hér, dæmi það, móttakan er bara ekki að skila sér. Fín sókn á Sigdísi. Já, það er Hann gott. var leiðin út, held ég. Góð sókn á miðunni. Þá gerir Emil þjálfari HK aðra skiptingu. Og nú er það Matthildur Einarsdóttir sem kemur út af. Og inn á kemur Guðný Rut. Já. Sýnist að vera undirbúa jafnvel fleiri skiptingar. 19-10 er staðan. Og Kristín Salín gefur upp. Laufey tekur á móti. Það er að sækja hér. Gerir það vel. Boltinn í netstrenginn og niður. Sarína átti ekkert svar við þessu. 11-19. Það er mikilvægt fyrir HK að komast aðeins í gang. Núna hérna í lok rinnunar. Það er erfitt að jafna þetta. Það er erfitt að minnka muninn. Það er Herborg. Fín uppgjöf. Karen tekur á móti. Og Thelma laumar. Það er stig. Thelma er með gott slag. Og búin að gera þetta oft í vetur. Lauma boltanum rétt yfir háhornina. Erfitt að verjast þessu. Sarína. Það kemur móttakan. Háfi sókn núna í HK. Já! Laufey með flotta sókn fyrir aftan. Sjáum það leið og móttakan kemur almennilega. Þá batnar sóknarleikurinn. Staðan er 12-20. Hér er skipting. Hér er gamla brýnið Ingibjörg Gunnarsdóttir að fara út af og inn á kemur leikmaður nr. 3, Sigríður Gísladóttir. Ungur leikmaður hjá HK. Kemur þetta inn á miðuna vantarlega. Hann er miskilningur í afturrætingu. Já, Hanna María með ás. Hún er með góðar uppgjafir. Sáum það í síðasta leik. Setti nokkra ása þá.
13-20. Karen tekur vel á móti núna. Thelma fær þennan. Herborg sem að verjast þessu. Þá það Gunni. Já, vörðin að halda núna hjá. Sigríður með tvíslag. Sáum að aðaldómarinn Sævar Már Guðmundsson lyfti þetta upp hendinni og sýndi 2 fingur. Merkir svo það að það verið tvíslag. Það verið sammála því hér uppi. Þá voru Sigríður með sóknina og gerir sitt fyrsta stig. Svara fyrir sig, vel gert. Mikilvægt fyrir hann að fá eitthvað jákvætt líka með í leikinn. 14-21. Laufey í uppgjöfinni með góða uppgjöf. Karin að bjarga þessu. Þá Thelma, hún hamrar þennan bolta. Það vel varið hjá Laufey. Aftur Thelma og þarna klárar hún áhörnina niður. 22-14. Afturhelding með þessa hrinu í þægilegri stöðu. Herborg tekur á móti. Laufey sækir úr afturlínunni. Það er varið. Og Karen neglir hennar niður. Einsmanns áhörn. Glæsileg sókn hérna hjá Karen. Og Emil heldur áfram að skipta. Það er mikið í gangi. Þá er skipt uppspilaða. Edda fer út af. Og inn á kemur Sesselja Jónsdóttir. Gammal reyndar uppspilari. Emil sé bara að reyna að róa stelpurnar niður aðeins fyrir næstu hrinu. Nátt að sjá því að þessi hrina er töpuð. Tekur Herborg vel á móti. Já, Karen seldist yfir netið. Fékk uppspilið í sig. Pínu klaufalegt kannski. Stig til HK. 15. stigið. Það fekk Guðni Rut í uppgjöf frá HK. Já, það er nú hennar sérgrein. Hún var aðalega komið inn á bara til þess að gefa upp. Karen í hörkustuði hérna. Hún var ekki sátt við þennan dóm sem hún fekk á sig og tók það út í þessu smassi. Það er vel 24-15. 1 stig vantar afturheldingu núna til þess að klára þessa hrinu. Það lítur að koma núna fljótlega. Móttakan er bara ekki að koma. Úr þessu verður ekki neitt. Fyrsta hreinan er afturheldingar 25-15. Nokkuð þægilegur sigur hjá þeim og það er alveg ljóst að HK þarf að girða sig í brók og bæta sinn leik verulega. Ætli að sér að standa upp í hárinu á heimastólkum hér. Það er auðvitað skarð fyrir skildi að fyrirliði þeirra Fríða skuli ekki vera með þeim. Já. Og augljóslega veikir aðeins þeirra lið. En afturhelding hefur líka orðið fyrir áföllum. Og að lið þeirra líti nú ágætlega út núna. Saharin er nýkomin inn í hópinn og inn í liðið. Hún virðist verið í flottu formi þó að hún hafi ekki spilað mikið í vetur. Hún er í toppformi. Hún æfa vel. En já, ég bjóst við HK stelpum öflugri hingað eftir flottan leik í Fagurhólindi á fimmtudaginn. Það er eitthvað sem að vantar í leikinn og ég held að það sé aðalega móttakan. Ertu ekki sammála mér í því? Jó, ég er sammála því. Ég held að mér fannst bara eins og var eitthvað svona stress í gangi hjá þeim. Það þurfa bara að stilla aðeins af spennustígið í liðinu og hérna þá held ég að það muni ganga mun betur hjá þeim. Já. Það er eiginlega allavega helling inni. Getum verið sammála um það. Og það má nefna að í karlaboltanum þá
kláraðist einvígið í gærkvöldi í Fagurlundi þegar HK tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í enn einum 5 hrinnu leiknum. Spennandi og skemmtilegur leik á móti KA og vann þar með einvígið 3-0. Þurfti reyndar 15 hrinnur til þess að klára þessa 3 leiki en HK vann þá alla og við óskum þeim bara til hamingju, virkilega vel gert hjá þeim. Já. Þannig að það er komin bikar í hús í Fagurlundin. Spurning hvort að það hefur einhver áhrif á kvennaliðið. Þeim langar örugglega líka að halda sínum bikar frá því í fyrra. Ég efast ekki það. Já, ef ég man þetta rétt á unnuðarinn einmitt hér. Já, í 5. leiknum. Í Mosfellsbænum í 5. leiknum. Það situr eflaust í afturöldingar fólkinu átt að taka bikarinn frá sér svona á heimavelli. Það var alltaf verið klárt fyrir hrinnu 2 og mér sýnist liðin vera með sömu byrjunaruppstillingu og í fyrstu hrinnunni. Elisabeth Einarsdóttir tilbúin hér að gefa upp. Kannski náði sér ekki alveg á strik í fyrstu hrinnunni en hún á örugglega eftir að koma öflug tilbaka. Sarina setur hennar bolta út fyrir. Já, þetta er óvenjuleg sjón, vil ég að segja. Hún virðist líka ekkert vera sátt með þetta. Nei, ekki alveg sátt við sjálfa sig. HK tekur forystuna allavega. Selma hamrar hennan í gólfið. Þetta þarf að taka sig aðeins á í vörninni. Já. Getur varið meira stelpan. Hún er alveg upptekið með það að vera að drífa sig fram og spila upp. Já. Að klára vörnina, síðan getur hún farið í næsta verkefni. Já. Það dæmir, já, dómarinn dæmir nú mók hérna en útspilið var kannski ekki upp á það besta heldur. Nei. En þetta eru atriði sem að HK þarf að leysa betur úr. Afturhaldi komið með forystuna 2-1. Þessi er úti, aðja. Möguleiki á stígi hér í afturhaldingu. Selma laumar niður með háörninni. Aðeins samskiptaleysi hérna hjá HK. Já. Sjáum að Steinun var komið vel undir háörnina, alveg tilbúin að taka þetta upp. Flokkin á þetta til að pota. Gleyma varnarmanninu sem er undir. Og Emil tekur bara strax leikja. Já, hann er ekkert að bíða með þetta núna. Nei. 3-1. Það er smá svona vandræðagangur hjá HK en þá. Já, ég held að þetta sé bara í hausnum á þeim. Það þurfa bara aðeins að slaka á og fara að njóta þess að spila. Kannski upplifa ómikla pressu. Meðan að þetta leikur allt í höndunum á afturheldingarstúlkum. Það mæta gríðarlega vel stemmdar hér til leiks. Harð ákveðnar í að taka forystunni í einvíginu. Það er Kristín Salín. Tekur Elisabeth vel á móti. Laufey. Já, setur þennan ekki í gólfið því miður. En þannig er háörnin flott. Thelma kemur boltanum yfir. Nú fær HK aftur sókn. Elisabeth úr afturlínni og neglir þennan í gólfið. Já, þetta er frábært að sjá hjá HK. Þetta eiga það til. Þrjú 2. Anna-María með uppgjöfina, getur gefið vel upp. Það gerir það ekki hér eins og að. Hefur séð betur uppgjöf frá henni en þetta. Já, 4-2. Sarina fyrir Fóa komin í uppgjöfina. Og þeir
tekur vel á móti Laufey, hamrar þennan, Sarína ver þetta. Þóra Thelma neglir þennan, Elisabeth ver. Og HK nær ekki að fylgjast eftir. Gott stig hjá Aftureldingu, 5-2. Þær eru alveg harðákveðnar í að keyra mjög fast á HK núna. Láta mjög fylgja kviði, flott móttaka núna. Já, sóknarleikurinn gengur ekki alveg hjá HK, en vel varið hjá Elisabethu þarna frá Thelmu. Og Laufey setur þennan út fyrir. Já, átt að gera betur þarna Laufey. 6-2. Aftureldingar að spila vel, það voru bara að segjast eins og það er verja allt sem að HK er að setja á þær. Og flott uppgjör núna hjá Sarínu, ás frá henni. Staðan er orðin 7-2. Það er virkilega vel að stað hérna hjá Aftureldingu í annar hrinunni. Elisabeth með flotta móttöku. Matthildur, þetta auðspil er á nálagt. Matthildur fer í netið. Þá er skipting. Kemur Matthildur út af og inn á kemur Herborg. Vera Leifsdóttir, sáum þess að skiptingu áðan. Herborg kom ágætlega inn í þennan leik í síðustu hrinnu. Sáum hvort að gera það hér. Staðan 8-2. Þessi er úti. Jæja, skiptingin allan að búin að skila sínu. Já. Þrjú 8. HK verður að fara að koma með eitthvað núna. Það þurfa að fara að stíga upp. Einhver þarf að stíga upp og reyna að draga þetta áfram, draga vagninn. Og Karen hamrar þennan niður og fátt varnir hjá HK. 9-3. Þetta lítur ljómandi vel út hjá Aftureldingu. Það er að spila gríðarlega vel. Og Elisabeth úr afturlínunni í háhöllina á Fjóla var nálægt í að taka þetta en gekk ekki alveg hjá henni. 4-9. Það er gott stig hjá Elisabethu. Hún þarf að stíga fram núna og fara að koma með eitthvað að stigum. Þetta er bara þriðja stigi hennar. Maður er vanur að sjá hana aðeins öflugri. Hún þarf að komast í gang og svo alveg eins og fleiri sóknarmenn hjá þeim. Það er ekki nóg að keyra þetta bara einum, tveimur sóknarmönnum. Það þurfa allir að skila sínu. Já. Nú er möguleiki hér. Og Elisabeth. Þessi er úti. Já. Þetta er dýrkeypt. Búið að vinna vinnuna. Það þarf að klára sóknina. Og Thelma er að gefa upp með svakalega uppgjöf. Við séum það að Herborg tekur vel að móti reyndar. Vel spilað þarna á Elisabethu. Thelma ver frábærlega. Sarín úr afturlínunni, Laufey með góða vörn. Já, við erum að sjá flott tilþrif núna hjá báðum liðum. Varnir út allt, hvað er að gerast hér? Boltinn upp fyrir Jófur. Besta skorpa leiksins komin hér. Góð tilþrif, báðum með yfir netið. Það var mikilvægt fyrir HK að vinna þessa löngu skorpu. Staðan er orðin 10-5, heimstiga munur. Og Ingibjörg með ás. Góð uppgjöf hjá henni, beint í gólfið. 6-10. Þetta er vel hægt hjá HK og annar ás. 7-10. Menn batna staðan hjá HK. 3 stiga munur. Það er ekki mikið. Glæsilegar uppgjör Ingibjörg Björk. Hún veit nú alveg hvað hún syngur. Sarín að tekur vel á móti núna. Thelma á afturlínunni, laumar. Og
það virkar. Vörn HK nær ekki að taka við þessu. 11-7. Það er mikilvægt fyrir Aftureldingu að hleypa þeim ekki nær sér. Halda smá forystu. 11-7. Og Karen með flotta uppgjöf og Ás. Já, það tínast inn Ásætti núna. Já, 9. Ásinn hérna í þessum leik. Það sé mikið. Það hefur verið að hlaða í uppgjöf en við sjáum það. Góð móttaka hjá Elísabetu. Góðu vörn hana hjá Karen. Thelma á rafgrínu. Í blokkinu út. Þetta er virkilega vel spilað hjá Aftureldingu. Það verður bara að segjast eins og er frábær vörn. Og síðan sóknin hjá Thelmu í hávörnina og útfyrir. Sótti allar afturlínu. Thelma er drúg núna fyrir sitt lið. Að raða inn stigum. Sömuleiðis Karen. Elísabet er að taka vel á móti núna. Hún þarf að klára þessa sókn. Saherina með frábæra vörn. Þurfa að fá eitthvað annað. Já, það er neginn. Ískorpa hérna. Saherina laumar. Já. Þetta eru 4 snertingar. Ágætis baráttu í HK. Já, þetta er bara fín skorpa. Bæði lið með flotta takta verð ég að segja. Já. Emil tekur leikli. Já, HK tekur leikli 14-7. Þetta er að aukast munnurinn aftur. HK var komið með hann í 3 stig en stoppaði þar. Það er erfitt að vera liðið sem er alltaf að elta. Það er mjög þreytandi. Afturelding er einfaldlega bara að spila mjög vel. Þær verja bara nánast hvað sem að settir á þær. Það er bara staðan. Já. HK var að spila miklu betur enn í fyrstu hruninu að mínum dómi. Sóknarleikurinn er að koma. Það bara dugir ekki, hann þarf að batna enn meira. Já. Það er kannski svolítið einhæfur, það hefur verið að setja svolítið mikið á kantinn. Já. Og þyrfti að fá einhver stig í gegnum miðuna. Sjáum hvað setur hér. Karen heldur áfram að gefu. Hún að raða inn stigum. Herborg er að taka vel á móti. Edda laumar. Möguleiki hér á stigi. Nei, þetta gengur ekki. Karen úr afturlínni. Já, hún steig nú greinilega línuna þarna. Og það má ekki. HK fær þetta stig. Edda Rut Ásgeirsdóttir, uppspilari HK með Ás, frábær uppgjöf hjá henni. Það er mikilvægt fyrir hann að fá eitthvað jákvætt í sinn leik. Aðeins að efla sjálfstraustið. Hún er búin að vera til mikilli pressu í úrslitakeppninni. Gerir þetta vel. Og Fjóla með flotta sókn á miðjunni. Við sjáum það að breiddin hjá Aftureldingu er meiri. Það eru allir að skila sínu. Ekki bara kanturinn eins og er mikið í HK. Ná að nýta miðjuna vel. Það eru svona vantar dálítið í leikinn í HK akkurat núna. Já, kannski kemur eitthvað á miðjuna hér, nei. En einhvern veginn finnst mér eins og Hanna verði að ná þessu. Uppspilarinn getur ekkert annað, hún hoppar með upprétta hönd. Og sjáum til 16-9. Fjóla Rut Svavarsdóttir með uppgjöfina. Já, vandræðagangur en það er ná að sækja samt. Thelma tekur þetta. Ára Karen, rétti boltan yfir að þetta er ekki nóg gott hjá Herborgu. Þetta er á nálægt netbrúninni. Það er ástæðulaust að pressa boltan svona á netstrenginn. Það er engin þörf á því. Nei. Og þá gerir HK skiptingu.
aftur fyrir Elisabeth út af. Það verði fyrir mér hvort að hún sé ekki alveg heilsu. Hún er nú búin að vera þeirra besti leikmaður allan með þessari hrínu. Og bæði taka vel á móti og eiga hörku sóknir og varnir enda líka. Og Fjóla heldur áfram. Á afturheldingin og bara sigla þessu heim. Já. Það er unnið fyrsta leikinn hér 3-0 eftir 2 svakalegar hrínur. Og sem að afturhelding vann á endanum eftir upphækkun en svo hrundi leikur HK í þeirri þriðju. Og hún hafi endað 25-9 eitthvað svoleiðis. Já. Hér er staðan 19-9 og yfirburðir afturheldingar eru töluverðir. Svo við sjáum hér, það gengur ekkert upp í HK. Móttakan er bara ekkert í staðar. Þetta er 4. ásinn hjá Fjólu. Já. Og afturheldingarliðið er bara að spila virkilega sannfærandi, það er bara þannig. Jæja. Þessar úti. 10. stigið 20-10. Það er vandséð hvað HK á að gera til þess að ná að snúa þessu. Já, þetta lítur ekki vel út. Það er ansi erfitt að komast tilbaka úr svona miklu mun. En þær verða að komast í gang í þessari hrinu til að eiga einhvern séns hérna í næstu. Ég er sammála því, ég held að sé mikilvægt að eiga, góðan endasprett í þessari hrinu. Já. Hún er öllum líkindum töpuð, en eitthvað sem að þú getur tekið með þér inn í þá næstu, smá meðbyr. Það er nauðsynlegt. Guðný með flott stig. Hún er góðar uppgjafir, við séum það. Við sjáum það enn og aftur hér. Sarína, sjáu þið þetta. Engin Hávörn. Leggur þetta í hornið. Þetta er listavel gert hjá Sarínu Filipóvu. Það var að Kristín Salling í uppgjöf. 21-11 staðan. Sjáum að móttakan er bara ekki að koma. Engin sókn og þá er það Stigdís á miðjunni. Virkilega vel gert. Já, einhvern veginn bara finnst mér á svona holningunni á HK-liðinu. Þær eru svolítið beygðar einhvern veginn. Já. Vantar allt sjálfstraust í liðið. Og móttaka núna. Laufey, Hávörnin tekur þetta. Það ná ekki að koma boltanum yfir. Það gengur allt upp í afturheldingu. 23-11, það eru að sigla þessu heim, sannfærandi. Það er að sýna frábæra spilamennsku í fyrstu 2 hrinunum. Steinunn tekur á móti, Herborg spilar þessu, Laufey setur boltan yfir. Og þannig fær Thelma, hvað gerir hún? Lauma boltanum. Boltinn kemur yfir netið. Þá er það Sarína í Hávörninu út. Við sjáum að það er nánast ekki neitt sem er að ganga hjá HK. Það fá ekki Hávörn einu sinni. Það vantar að stíga upp eiginlega bara öllum sviðum. Já, það er bara eiga engin svör við þessum útspilum hjá afturheldingu. 24-11. Þetta er svakaleg keyrsla á afturheldingarliðinu núna. Kristín Salling á Steinunn með vonda móttöku. Það þurfa að rétta boltan yfir. Og Thelma neglir þetta í Hávörnin út fyrir. En ekki hvað. 25-11. Það er orðin 2-0 í hrinum hér í Mosfellsbænum. Og þetta stefnir allt í tiltölulega þægilegan sigur hjá afturheldingu og framferð sem horfir. Já, ég er eiginlega bara hálf hissa. Eftir 2 frábæra spennu leiki að afturhelding sé bara gjörsamlega valtra hérna yfir HK. Já, það er spurning hvað það er sem að veldur. Þetta hefur heimavöllurinn eitthvað að segja. Já. Afturhelding er auðvitað með svakalega stuðning hér að varma á. En það er eitthvað meira en það. Mér finnst eins og HK hafi bara ekki náð að
stjórna spennustíðinu. Þær eru einhvern veginn svektar og súrar á svipinn hérna. HK og stelpurnar þurfa að reyna að koma sér aðeins inn í leikinn og slaka svolítið á, bara njóta þess að spila. Þannig að hafa gaman að þessu. Það hlýtur alltaf að vera markmiðið. Já. Ef við kíkjum aðeins yfir stigin, þá er stigahæst í Aftureldingu Telma með 11 stig. Saharína er með 7 og Karen líka með 7. Hinum megin er stigahæst Laufey með 5 stig og Elisabeth með 4. Ansi mikill munur þarna stigahæstu leikmönnum. HK-stelpur eru bara ekki að ná að skila sóknunum í gólfið. Afturelding bara, þær eru á tánum og verja bara allt sem að kemur yfir. Já, það er auðvitað erfitt að vera í liði það sem að þið eru að reyna allt sem að þið getið, en boltinn kemur alltaf yfir netið tilbaka. Já. Það er aldrei að klára sóknina. Getur verið pirrandi fyllingur. Það getur verið það. Ég verð að hæla leik Aftureldingarliðsins. Það er búin að spila hreint frábærlega hér í dag. Og voru alltaf verið að tilbúið hérna fyrir þriðju hrinuna. Nú verður að duga að drepast fyrir HK. Það er alltaf að halda áfram eitthvað með þennan leik. Það mega ekki tapa þessari hrinu. En annað eins hefur nú gerst. Liðið komið tilbaka eftir að tapa tveimur fyrstu hrinunum. Já. Sjáum hvað setur hér. Og aftur, það eru sömu byrjunarliðin. Við erum búin að sjá í fyrstu tveimur hrinunum. Bæði liðin með sömu uppstillingu. Spurning hvort að Emil hefur náð að blása lífi í lið sitt í hléinu á milli hrinanna. Það þarf eitthvað mikið að gerast. Það er Kristín Salín með uppgjöfina. Steinunn tekur á móti. Við sjáum að það er enn vandræðagangur á móttökunni. Þetta er alls ekki nógu gott. Lentur nú þarna saman Edda og Laufey. En það eru stannar upp stelpurnar og að jafna sig að þessu. Afturelding með fyrsta stigið. Áfram er það Kristín Salín. Nú er móttakan fín. Áörnin er til staðar í Aftureldingu. Og Elisabeth treður þessu í gólfið hjá Aftureldingu, en ekki hvað. 1-1. Spurning hvort að hún hrekkur í gang hérna í þessari hrinu. Það er eitthvað svoleiðis sem að HK-liðið þarf að minnstakosti. Já. Flotta uppgjör hér. Góð uppgjör. Já. Það er á leiðin út held ég, en Karen tók hann. Það er ekki spurt af því. Ásinn er kominn og staðan orðin 2-1. HK er allt hér með forystu hér í þriðju hrinunni. Það er verið að sýna núna úr hverju þær eru gerðar. Þá er að Telma neglir þetta niður. Utan við háögnuna líklega og niður með línunni. 12. stigi hennar í dag. Hún er búin að spila alveg fanta vel í þessum leik. Saharína í uppgjöf. Góð uppgjöf. Já, finnst nú Edda eiginlega bara að grípa þennan. Já, dómarinn sammálaður. Dæmi mók. Gott stig hjá Aftureldingu, 3-2. Forysta HK, hún varði ekki lengi. Nei. Laufey. Þetta er góð sókn hjá HK. Smellir þessu niður með línunni. Og Saharína var í þessu en náði ekki að verja þetta.
Góð stemming hér að Varmá, mikill fjöldi áhorfenda, mikil læti hérna í húsinu. Það verður ekki mikið betra fyrir leikmennina spila í svona flottri umgjörð. Það voru Ingibjörg, móttakan er góð hjá Kristínu og Telma. Laufey verð þennan vel. Hákon setur boltan yfir, aftur möguleiki afturhendingu. Þá er það Karen. Háörðin tekur þennan. Já, en vandræðagangur eru búin að sjá þetta gerast hvað? Þetta þriðja, fjórða skiptið í þessum leik. Já. Og það ná einhvern veginn ekki að vinna úr þessu þarna saman, Edda og Hanna. Þetta er eitthvað sem það þurfa að laga. Elisabeth tekur vel á móti. Þá er það Matthildur. Lætur vaða og það virkar. Jafnar í 4-4. Það er mikilvægt stig. Það er gott fyrir Matthildi að fá stig hérna. Það vinna aðeins upp sjálfstraustið aftur. Það er gríðarlega læti í húsinu. Það er alltaf að vera vitlaust hérna í Mosfellsbænum. Þetta gengur vel hjá þeirra liði. Og enn og aftur stig á miðjunni, Fjóla. Hanna María var í þessu en náði ekki að loka á hana. Fimm-fjögur. Og þá er það Telma með sínar eitruðu uppgjafir. Þessi siglir langt út fyrir. Það átti að taka á því þarna. Staðan 5-5. Það fer vel af stað þessir hérna í járnum hér. Matthildur Einarsdóttir. Flotta uppgjöf, Sarin tekur mjög vel á móti. Háörðin er til staðar hérna. 3 manna Háörð hjá HK. Lokaði á Karen. Já, það er spurning hvort það er ekki að koma aðeins kraftur í HK-liðið. Ekki seinna vænna. Sjáu, þetta er flott uppgjöf. Ná að bjarga þessu. Spurning hvort að, nei, þetta var slæmsnerting. Og hann fór að frumkvæða úr sig, jæja, tvíslag dæmt á Kristínu Selinu. En Hanna María verður að gera miklu betur en þetta. Þau eru að taka á móti. En HK fikk stigið, 7-5. Og áfram gefur Matthildur upp, hún að vera með flottar uppgjafi Stefán. Efnilegasti leikmaður í Súnódeildarinnar, sjáuð þetta. Telma í vandræðum. Karen hamrar þennan yfir, vel vari hjá Steinunni. Og Elisabeth þarf að setja þennan yfir, nú er möguleiki hjá afturhendingu. Fjóla fær þennan, já, vörðin er til staðar. Elisabeth setur þennan í hornið. Gott stig hjá HK, allt annað að sjá til þeirra núna. Þær eru mættar. Þær eru mættar til leiks, stelpurnar í Kópavoginum. Og þá tekur afturhending leikli. Rogerio Ponticelli, brasilíski þjálfari afturhendingar, búinn að sjá nóg. Það er spurning hvort þetta er bara fyrsta leikli afturhendingar í leiknum bara. Ég held það. Þannig þau þurft að hafa frekar litlar áhyggjur af þessu fram til þessa, Rogerio. Það er kannski aðeins að breytast núna. En rétt hjá þær allt annað að sjá til HK-liðsins núna. Það er einhver kraftur komin í þær sem við erum búin að bíða eftir hérna. Spurning hversu lengi hann helst. Það er alltaf með frumkvæði hér, 8-5. Þetta er besta staðan sem þær hafa séð í þessum leik. Nú er bara að fylgja þessu eftir. Mikilvæg uppgjöf núna og frábær uppgjöf. Kristína í fullandi vandræði með móttökuna. Matthildur með flottan ás, 9-5. Það er mikilvægt fyrir HK-arna að keyra svolítið fast á þetta, nýta á stöðunni og enn góð uppgjöf. Vandræði hjá afturhendingu, hvað verður þessu? Karen lemur, Steinun er að verja vel núna. Laufey á afturlínu, Sarin tekur þetta og þá er það Telma. Hamrar þetta, frábær vörn, en
óheppni hérna, má segja kannski. Ég veit ekki hvaða ferlingi þetta er hérna neðan úr bitanum sem að hangir hérna. Þessi hátalari eða útkerfi. En við sáum hérna góða skorpu. Já, það er bara allt annað að sjá Háká-liðið, það er að segjast eins og er. Og Matthías að taka vel á móti. Og Elisabeth Laumar, það er varið. Þá er Karen, háöldin er fyrir. Fjóla, nær ekki til boltans. Já, þetta er nú bara eiginlega í fyrsta skipti sem við sjáum bara eitthvað hiksta í sóknarleik Aftureldingar Sveimir þá. Já, vindtök hérna hjá Fjólu. Þá er Hanna María, það er 10-6. Þetta er góð uppgjöf, hún er inni. Já, það er gjörbreytt Háká-liðin á vellinu núna. Það eru mættar til leiks, það er ekki spurning, 11-6. Það var frábærlega staðið í þriðju hraunni, komna með bakið alveg upp að vegg. Og tapa tveimur fyrstu. Thelma Laumar, frábærlega. Glæsileg laumi á Thelmu. Já. Horfði hérna vel á stöðuna hinum megin og laumaði á erfiðan stað. 7-11, minnkar munn í 4 stig. Það er það Fjóla. Og Matthildur tekur vel á móti. Og þessi er í antennuna á aðeins hérna klaufagangur hjá Elisabetu. Það er að reyna að sækja. Fjóla með uppgjöfina. Ójójói. Já, Edda náði að bjarga þessu og þessi er inni. Nei, úti segir. Jæja, línuvörðurinn dæmdi inn. Já, það er ekki sammála þarna. En þetta var fyrir framan tærnar á aðaldómaranum Sævari Má Guðmundssoni og hann var ekki nokkrum vafa. 9. stigið. Þetta er að renna í burtu forystu Háká. Lauma, hér er möguleiki. Elisabeth þarf að vinna úr þessu. Þessi er úti. Þessi er úti. Já, við sjáum að Háká er að fá færi en þær eru bara ekki að taka þau. Það er ekki verið að ganga alveg skildi hjá Elisabethu núna á kantinum. Hún fær mikið af boltum. Það er ásjá Fjólu. Staðan orðið jöfn. 50 ásinn, já. Spurning hvort að Háká er að standa þetta af sér. Þetta áhlaup Aftureldingar. Við sjáum að, já, þetta er upp í, það er annar ás. Já, Háká tekur leikhlé. Þannig að gera að stoppa þetta strax. Hvað, úr 5 stiga fórustu í 12-11, er það ekki? Jú, Fjóla er búin að standa hann og gefa upp. Líklega 5 sinnum eða 6 sinnum eða svo. Það er ótrúlegt að horfa upp á þessar sveiflur. Ótakan bara dettur út í Háká. Það bara slaknar á henni. Já, það er skemmtilega við blakið er að sjá hversu fljótt þetta hlutinni breytast. Já, en það þurfa að halda einbeitingu og hafa trú á verkefninu. Það er 1 stig í einu. Næsta stig er alltaf það mikilvægasta. Fjóla með uppgjöfina. Ja, enn er Elisabeth í vandræðum. Og þær ná ekki að leysa úr þessu. Já, þetta er ótrúlegt. Elisabeth hefur verið mjög stöðug í móttökunni. Við erum mjög góð í móttöku raunar. Það er eitthvað sem ekki að passa. Fjóla er búin að átta sig á því. Lítur að gefa aftur á hana. Gerir það. Þetta laumar þessu yfir. Og þetta var ekki gott slag hjá Kristínu Salínu. Og Sævar blautar tvíslag. Já, það er sleppa hann með skrekkin Háká-stelpur. En munnurinn er bara 1 stig.
Það eru enn með í þessu. Það þurfa að halda áfram að spila vel. HK. Telma var aftur inn í Howardin flott fyrir þarna. Þessi er úti, nei, hún er tekinn. Og Elisabeth. Og þessi Howard er inni hins vegar. Æsilega Howard. Já, það sýndist mér. Já. Fjórtán 12. Afturhelding. Það er kannski að ná að búa til smá forskot hér. Þetta er samt sem áður jafnasta hreinan hingað til. Já. Og sjá hvort hún er að halda spennandi alla leið. Og móttakan er alveg í steik og misskilningur hérna Edda og Elisabeth. Hvoru þeirra tók boltan. Svona misskilningur er yfirleitt merki það að sjálfstraustið sé ekki til staðar. Já. Ef þú vilt að einhver annar gerir hlutin fyrir þig, það er ekki góðsviti. Þarna tekur Steinunn vel á móti. Laufey þarf að klára þetta. Nei, Howardin étur þetta hreinlega. 16-12. Voru saman hann að Telma og Sigdís. Já, það hefur ekkert gengið á HK núna í langan tíma. Voru komnar í 11-6 ef ég man þetta rétt og Afturhelding er búin að taka 10 stig núna móti 1 á HK. Þessi hreina er að snúast á punktinum og það er gott dæmi það. Misheppnuð móttaka hjá Matthildi. Það er eitthvað óöryggi sem er búið að grafa sig núna hjá HK-liðinu. Kristín Salin er með potta uppgjöf og það er skipting núna. Það virðist bara vera hættar hana hjá HK. Það er ekki mikið að gerast. Þær eru búin að gefast upp. Það er bara greinilegt á þeirra leik. En það er algjör óþarfi vegna þess að þó að staðan sé 18-12 þá er enn nóg eftir í þessari hreinu til að snúinni. Þannig er að koma þessum upp í loftið. Laufey laumar. Kristín Salin gerir virkilega vel og þetta slag var ekki gott hjá Sigdísi. Nei. Það er bara langleiðina að riddaraborðinu. Alltaf að spila upp á Sarinu. Það mislukkaðist. Stig hjá HK á 18-13. 5 stiga munur. Það verði að koma með eitthvað núna. Fyrr en síðar. Og Elisabeth með uppgjöfinnetið. Já, þetta var ekki það sem að það þurftu. 19-13. Það voru skipting hjá HK. Elisabeth Einarsdóttir kemur út af og inn á kemur leikmann nr. 8 Herborg Vera Leifsdóttir. Og sjá hann að koma inn á í fyrstu og annar hreinu líka. Sarina vandræðagangur á móttökunni enn og aftur. Karen með gott stig í Howardin á niður. Þetta er að renna frá HK núna. 20-13 eftir frábæra byrjun í hreininni. Það sem að sýndu virkilega hvað býr í liðinu. Þá er þetta fjara út hjá þeim. Laufey setur boltan yfir, Kristína setur boltan beint á. Já, og þessi sókn var ekki góð hjá Afturheldingu reyndar. Sigdís setti boltan út fyrir úr dauðafæri. 14-20. Það var Ingibjörg í uppgjöf, hún skoraði hann út Ása hérna áðan. Tekst henni að snúa þessu við. Og þurfa kraftaverk. Já, hún byrjar að lána vel. Frábærlega gert hjá henni. 15-20. Klaufarlegt hjá Afturheldingu, missa þetta niður. Það vil ég ekki fá þar í andliti núna. HK-stelpur. Og þessi móttaka var ekki góð hjá Karen. Möguleiki hjá HK. Það tekst ekki að klára sóknina. Það hefði verið svolítið svona saga dagsins. Laufey, nei, hún
Guðni sem að setja þennan yfir og Thelma laumar og þessi endar að sjálfsögðu í gólfinu þar annars staðar. Thelma með góða yfirsýn. 16. stigi hennar í dag. Já, hún búin að spila virkilega vel. Það var það Sigdís í uppgjöf. Stöðunni 21-15. Herborg tekur á móti. Miskilningur, Laufey verður að taka þennan. Þetta er aldrei að fara að ná þessu. Og 2-15. Afturhelding er að sigla þessu heim. Þægilegum sigri, þessi er inni, jæja. Ég fannst að hún lenda á línunni, en línu verður henni ekki sammála. Ok, 16. stigið, 16-22. Þessi munur er bara ómikill. Laufey með uppgjöfina. Uppgjöfin er fín. Og afturhelding nær reyndar að sópa þessi yfir einhvern veginn. Vel gert hjá þeim. Þarna kom sóknin hjá Hönnu. Á loksins kom stig á miðjunni á HK. En það er spurning hvort það sé ekki bara hreinlega of seint. Það er full seint að mínum dómi. En gott stig enga síður hjá Hönnu. Laufey gefur vel upp. Thelma setur boltann yfir, aftur möguleiki hjá HK. Aftur sókn á miðjunni, Háörnin er með þetta. Fjóla plantaði sér þetta fyrir Guðni setur boltann í Háörnin og það er varið. Kristína spilar upp á Thelmu. Hún neglir boltann og Herborg seilist í hann. En það sýndist það nú vera leiðin inn. Já. 23. stigið er komið. 23-17. Afturhelding 2 stigum frá sigri í þessum leik. Komist þeir í góða stöðu í einvígliðana. Þessi er úti. Er úti. 18-23. Guðni með góður uppgjafir. Sarina tekur eins og vel á móti. Karen, þetta er varið, tækifæri hér. Laufey úr afturlínunni. Kristína ver þetta. Þá er að Thelma líka úr afturlínunni. Þessi er farinn. Það er kominn á bakið þarna hefur slóð þetta. Yngri stöðu. Já, þetta er að lagast. Staðan í HK. Þetta er besta hrinnan, langt besta hrinnan hjá þeim. 19-23. Það þurfa aðeins meira. Kristína tekur vel á móti og þá er það Karen. Háörnin er í þessu og þetta er varið. Þá er það Herborg. Æ, vantar að vera ákveðin hérna. Sarinn á afturlínunni, það er varið. Guðni gerir það vel. Og Herborg lemur þetta í Háörnina. Það er varið. Já, og dómarinn dæmir mók hérna. Æja, afturhelding vantar 1 stig til að vinna þessa hrinnu. Já, 24-19. Það er Karen sem að gefur upp. Allir staðnir upp hérna í Mosfellsbænum. Alltaf verða vitlaust á pöllunum. Góð móttaka. Nei, ekki nógu góð. Þetta spilar þessu á Laufey. Hún sækir úr afturlínu og þessi er úti. Nú. 25. stigi komið hjá Afturheldingu, 25-19, öruggur 3-0 sigur, 25-15, 25-11, 25-19 og Afturhelding er komið forystu í þessu einvígi. Hefur unnið 2 leiki en HK hefur unnið 1 leik og næsti leikur þessara liða fer fram á mánudaginn, eða hvað? Nei, á þriðjudaginn. Á þriðjudaginn, Korter yfir 7. 19-15 í Faralundi. Og auðvitað í beinni útsendingu á Sport TV. Allt í beinni á Sport TV að sjálfsögðu. Við hvetjum fólk til þess að mæta í Faralundin. Við munum freista þess að ná viðtölum við leikmenn. Sunna ætlar að skella sér á gólfið. Ekki dansgólfið samt.